Svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá svokallari 1,5 IQR reglu fyrir útlaga. Þetta IQR stendur fyrir interquartile range sem lýsistærð sem við munum fjalla út síðar. En þetta svona ákveðin regla sem notuð til þess að finna útlaga. Nú, þessi regla segir að við eigum að byrja á því að reikna fjarlægð mælingarnar sem við erum að skoða sem sker sig út og skoða fjarlægð hennar frá næsta fjórðungamerki. En IQR einmitt mismunurinn á 3. og 1. fjórðungamerki. Ef við skoðum það hérna á myndinni, IQR mismunurinn á Q3 sem hérna geti verið 12 og Q1 sem hérna hvað ég var að segja, 2,5. Segjum ef þetta væri 12 hérna og 2, þá væri IQR jafnt og 10. En við byrjum á því að reikna þessa fjarlægð. Við tökum þessa fjarlægð, margföldum með 1,5 og berum saman, IQR heitir á íslensku fjórðungaspönn. Ef fjarlægð mæligildisins frá næsta fjórðungamarki meira en 1,5 sinnum IQR litið á mælinguna sem útlaga. Og aftur gott að skoða þetta á mynd og fyrir ekki ég að fara hérna fram og tilbaka. Þá tökum við hæðina á kassanum og margföldum þessa hæð með 1,5. Ef fjarlægð frá einhverju ákveðnu mæligildi meira en 1,5 hæðin á þessum kassa, þá köllum við hana útlaga. Sjáum þetta betur hérna á myndinni. Hér höfum við til dæmis dæmi og hér nú ýmislegt að gerast á þessara mynd. Bæði höfum við notað kassarit á þann hátt að við skiptum fyrst. Hér erum við með breytuna fjölda stunda líkamsrækt á viku og við skiptum, hér höfum við nemendur í LAN og hér höfum við nemendur í stæ og svona notum við oft kassarit. Að þá erum við að bera saman gildi á einhverju talnabreytu sem hér fjölda stunda í líkamsrækt og við berum þau saman milli hópa. Hér höfum við flokkabreytuna námskeið. Hér hefur þessari reglu 1,5 IQR reglunni verið beint og það eru mörg tölfræðiforrit sem gera þetta. Línurnar eru þá látnar ná allt að 1,5 kassalengd frá brúnum kassans en ekki að hæsta á lægsta gildinu eins og gert í einföldu útgáfunni. Mæligildi sem eru utan við skeggið, þá getum við þá kallað það útlaga og merktum inn á með hring eða einhver öðru tákni. Svo hér einhver mæling hérna í 10. Og við hugsum okkur, hér fjarlægðin frá mælingunni og niður hérna í efra fjórðungamarkið minni en 1,5 þessi vegalengd hér á kassanum. Svo skeggi fær að ná út í hana. Ef við skoðum svo þessa mælingu hér, þá þessi fjarlægð frá mælingunni og hinga niður orðin meiri heldur 1,5 hæð á þessum kassa hér. Þess vegna merkjum við hana. Þá leyfum við skegginu ekki að ná út í hana og merkjum hana með punkti. Og allar svo mælingar þar fyrir ofan. Sama myndum við gera fyrir mælingarnar hérna niðri, en akkurat í þessu gagnasafni þá erum við ekki með slíkar mælingar. Sama má segja hér. Hér höfum við, þessi mæling hér innan við 1,5 hæðin á þessum kassa frá efra fjórðungamarkinu, svo skeggina þangað, en hér eru við orðin meira en 1,5 hæðin á þessum kassa frá fjórðungamarkinu og því merkjum við það með punkti. Punktaritt aðeins í lokin, stuðlaritt notum við til þess að skoða eina talnabreytu í einu og kassaritin líka eina talnabreytu í einu sem við getum svo mögulega skipt upp eftir einhverju flokkabreytu.